Skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum heyrði fyrst í hádegisfréttum að staða hans yrði auglýst til umsóknar degi eftir að ráðuneytið fullyrti að slíkt yrði ekki gert. Hann segir vinnubrögð mennta- og barnamálaráðherra klaufaleg. Innviðaráðherra segir nóg að hafa lesið útdráttskýrslu jarðgangakosti á Austurlandi áður en hann lagði samgönguáætlun fram. Formaður Flokks fólksins kallar umræðu málið tittlingaskít. Formaður Matthildar skaðaminnkunar segir ópíóðavanda á Íslandi enn að aukast. Dauðsföllum hefur fjölgað síðustu ár og samtökin kalla eftir að stjórnvöld endurskoði núverandi vímuefnastefnu. 4 ríki ætla að sniðganga Eurovision söngvakeppnina vegna þátttöku Ísraels. Sérfræðingur segir þetta mestu krísu sem samband evrópskra sjónvarpsstöðva hefur staðið frammi fyrir. Fuglar af ýmsum stærðum og gerðum reiða sig á fóðurgjafir dýravina á veturna. Bæjarstarfsmenn á Akureyri byrja vinnudaginn á að huga að fiðruðum félögum sínum. Komið þið sæl. Skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum frétti í hádegisfréttum að auglýsa ætti stöðu hans. Sólarhring áður lýsti menntamálaráðuneytið því yfir að engin ákvörðun hefði verið tekin að auglýsa fleiri stöður skólameistara. Ráðherrann segir það tilviljun að eina staðan sem hefur þegar verið auglýst til umsóknar sé staða þess sem fékk skammarsímtal frá félagsmálaráðherra. Ársæll Guðmundsson, fráfarandi skólameistari Borgarholtsskóla, hefur verið harðorður í garð Guðmundar Inga Kristinssonar mennta- og barnamálaráðherra og Ingu Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra eftir að honum var kynnt ákvörðun Guðmundar Inga með að framlengja ekki skipunartíma hans eins og venja er. Hann hefur sagt að ákvörðun tengist gagnrýni hans á breytingar í skólanum og samskiptum hans við Ingu eftir að íþróttaskór barnabarns hennar týndust í skólanum. En sjálfur segir ráðherra engin tengsl þarna á milli. Þetta var algjörlega mín ákvörðun sem var löngu búið að taka að við myndum gera þetta svona og þannig bara eru hlutinir. En hvað finnst þér það að samráðherraðinn Inga Sæland skuli hafa sýnt skólameistara þessa framkomu? Þú ert æðsti yfirmaður þessa málaflokks, þú ert hans æðsti yfirmaður. Ég ætla ekki að blanda minni í þetta, ég tel þetta mál útrætt. Í hádegisfréttum útvarsaði Guðmundur Ingi að ein skólameistarastaða til viðbótar yrði auglýst á næstu mánuðum sem gengur gegn fullyrðingu ráðuneytis hans í gær að slíkt yrði ekki gert. Skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum Árni Ólason segist strax hafa átt að segja á því að vísa væri til sín þar sem ráðningatími hans rennur út næsta vor, en þá hafði hann ekkert heyrt frá ráðuneytinu. Síðdegis fékk hann svo símtal frá starfsmanni menntamálaráðuneytisins þar sem honum voru færð þessi tíðindi og honum tjáð að staða hans yrði auglýst og þá var hann beðinn afsökunar á að máli hefði áður verið nefnt í fjölmiðlum. Árni sagði sér þetta sérkennileg og klaufaleg vinnubrögð og hefur ekki ákveðið hvort hann sækjum stöðuna að nýju. Innviðaráðherra segir nóg að hafa lesið útdrátt úr skýrslu jarðgangakosti á Austurlandi áður en hann tók ákvörðun gangaframkvæmdir þar. Hann vísaði í skýrsluna í samgönguáætlun. Umrædd skýrsla var unnin af rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri að beiðni Vegagerðarinnar og er jarðgangakosti á Austurlandi. Innviðaráðherra vísaði til hennar þegar hann lagði samgönguáætlun fram fyrr í vikunni en sagði svo í viðtali við Austurfrétt að hann hefði eingöngu lesið útdrátt. Við erum að tala milljarða framkvæmd sem er kostuð að almannafé, varðar marga mikið, sérstaklega fólkið sem býr á svæðinu. Ég hef verið að sýna verkefninu nægilega mikla virðingum að ég lesi ekki öll þau gögn sem fyrir liggja. Alveg tímalaust. En leitaður á einhverjum tímapunkti við þess ákvarðanatöku til höfunda skýrslunar? Þú ætti að tala við þá? Nei, ég vona bara þegar við komum öllunum á blað sem að þeir það vilja koma inn á blað var þessi mál í skýrslunni. En þú last ekki skýrsluna? Ég segi, við fórum mjög ítalega fund með þessu. Ráðherra segir að skýrslan hafi komið út 8 dögum áður en samgönguáætlun var kynnt og hann hafði því ekki haft ráðrúm til að lesa hana í heild fyrir þann tíma. Þegar þú tekur svona stóra ákvarðanir, lestu almennt öll gögn sem liggja fyrir? Eins mikið og ég get. En þú gastaði ekki þessu tilviki? Jú, ég gata alveg. Ég bara taldi nægilegt að fara yfir hann útdrátt. Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra og formaður Flokks fólksins segist ekki bera ábyrgð á vinnulagi annarra ráðherra flokksins. Mér finnst þetta óttalega skringilegur tittlingaskítur, ég verð að segja það. Hvort að einhver les skýrslu sem að í rauninni
Ég hef ekki lesið heldur, nei, ég tala ekki það. Mér finnst þetta voða skringileg. Þú ættir ekkert endilega hafa lesið hana, þú ert ekki innviðráðherra, hann átti að gera það til grundvallar ákvörðun, eða ekki? Já, hann er náttúrulega með sitt fólk, hann Eyjólfur Ármannsson, hæstvirtur ráðherrann. Og hjá mér eru varaformaður Sjálfstæðisflokksins og formaður Miðflokksins. Þessar ákvarðanir, stórar ákvarðanir teknar á grundvelli skýrslu sem að ráðherra virðist ekki hafa lesið nema að litlu leyti. Já, þessi samgönguáætlun að verða bara allt hið furðulegasta mál, verður bara að segjast alveg eins og er. Hér er talað það sé verið að byggja hér samgönguáætlun faglegu mati, síðan sjá sérfræðingar sem hafa skrifað skýrsluna, sjá sig knúna til að koma fram og mótmæla orðum ráðherrans og setja ofan í við hann, hreinlega, og leiðréttan. Og við ræddum það núna í fundarstjórn að þessi samgönguáætlun er hvergi tilbúin að koma hér fyrir þingið og skoruðum á ríkisstjórnina að í rauninni að setja hana bara á ís og leggjast yfir hana og koma aftur með hana eftir áramót þegar hún er rauninni búið að vinna hana betur. Sigmund Davíð, hvað segir þú þessi vinnubrögð og þessa ákvörðun? Þetta er náttúrulega alveg ótækt. Í rauninni var þetta blekking sem við horfum upp á þessum blaðamannafundi. Það þarf að endurkalla þessa skýrslu í ríkisstjórnina og vinna þetta betur og koma með aftur. Og þá er grundvallaratriði að mínum mati, og ég hugsa að Jens sé sammála mér, að menn slá ekki ryki í augun á fólki, til dæmis með því að láta allt snúast að það sé einhver ágreiningur á Austurlandi. Því að niðurstaðan þarna var svo að það ætti bara sniðgang á Austurland. Það var ekki einu sinni gert ráð fyrir fjarðagöngunum. Bara einhvern tímann í framtíðin átti hugsanlega einhver ríkisstjórn að gera það. Aðalatriðið er að það þarf að forgangsraða með þeim hætti að loksins verði komið á betri samgöngum á Austurlandi og það er fullt tækifæri til þess og vel hægt að fara í fljótagöng líka. En var það endilega röng ákvörðun óháð lestir í skýrslunnar að taka fjarðagöng fram yfir Fjarðarheiðargöng? Já, sú ákvörðun byggir augljóslega á því að ráðherrann hafi ekki lesið skýrsluna, en aðalatriðið er engu að síður þetta. Að við megum ekki láta ráðherrann og ríkisstjórnina komast upp með það að láta umræðuna bara snúast þessa valkosti og það sé einhver óvissa með hvort sé betra. Takið fyrst ákvörðun við förum í þetta á Austurlandi. Það er búið að bíða eftir þessu allt of lengi, ákveðið því verður ekki fresta lengur og þá geta menn velt hinu fyrir sér og haft skoðun á því en Fjarðarheiðargöngin eru í rauninni tilbúin í útboð og engin afsökun hjá þessari ríkisstjórn fyrir því að setja Austurland alveg til hliðar. Verður unnið því að reyna að snúa þessu? Já, þetta er náttúrulega bara pólitísku blekkingaleikur og það er rauninni bara að vera að setja Austfirðinga aftast á merina í öllum skilningi og það er ekki bara þetta, það er Suðurfjarðavegurinn, það er Öxi, það er flugvöllurinn, það er öll stór verkefni. Verktakarnir á Austurlandi munu varla stinga niður skóflu næstu 10 árin ef þessi áætlun verður að veruleika. En að sjálfsögðu munu við þingmenn kjördæmisins og ég treysti því að allir þingmenn kjördæmisins muni berjast hart á móti þessum tillögum. Héraðsbúar fá 1 hringtorg? Já, sérstaklega 1 hringtorg tekið til. Það er alveg augljóst að síðust orðin í þessum máli hafa ekki verið sögð. Svo sannarlega ekki. Haukur Hólm, fréttamaður á Alþingi, takk fyrir þetta. Ópíóðavandi eykst og dauðsföllum fjölgar, segir formaður Matthildar skaðaminnkunar. Samtökin kalla eftir að stjórnvöld endurskoði vímuefnastefnu og löggjöf. Matthildarsamtökin sinna skaðaminnkandi þjónustu bæði fyrir fólk með alvarlegan vímuefnavanda en einnig í skemmtanalífinu. Starfsfólk samtakana hefur því góða innsýn í hvaða efni er í umferð hverju sinni. Formaður samtakana segir nokkra breytingu hafa orðið á þessu ári og fleiri glími við ópíóðavanda. Það er nýtt fólk að koma í fyrsta skipti sem er bara nýbyrjað að reykja Oxycontin dagsdaglega. Og það er náttúrulega verulegt áhyggjuefni að þessi vandi virðist svona ennþá vera að aukast á Íslandi. Við sjáum líka nýtt efni sem er að koma í fyrsta skipti inn í okkar þjónustu og það er efni methadron sem er í rauninni svona nýmyndaður örvandi vímugjafi sem hefur verið líkt við svona bland af kókaíni og amfetamínu og MDMA og það er aðalega verið að nota það svona í skemmtanalífinu. Síðan sjáum við að það er verulega aukning á ketamínnotkun. Talsvert hefur verið fjallað dauðsföll vegna fíknivanda og úrræðaleysi undanfarið. Svala segir efnin hættulegri og dauðsföllum fjölga. Og við myndum í Matthildarsamtökunum að klárlega vilja sjá aðgerðaáætlun að hálfu stjórnvalda í að reyna að stöðva þessa þróun að sé alltaf fleiri og fleiri sem er að látast út af þessu vanda. Og kannski þora að taka það samtal vímuefnastefnan okkar og löggjöf í rauninni að skila árangri. Af því að rannsóknir sýna erlendis frá að svo er ekki.
Bann og refsistefna hafi ekki áhrif á framboð efna og auðvelt að verða sér út þau. Þegar að mikil áhersla lögð á að ná efnum, ná innflutningi, ná dreifingu og ná neysluskömmtum, að þá virðist sem svo að hættulegri efni, að myndast svigrúm fyrir hættulegri efni að koma inn á markaðinn. Og við erum kannski aðeins að sjá það núna á meginlandi Evrópu og má segja eitthvað á Íslandi og við þurfum bara að setja spurningamerki við að öll okkar púður fari í þetta. 4 ríki hið minnsta ætla ekki að taka þátt í Eurovision söngvakeppninni á næsta ári í mótmælaskyni við að Ísraelum verði heimilt að vera með. Aldrei áður hafa svo mörg ríki sniðgengið keppnina. Írar ætla hvorki að taka þátt né sýna frá keppninni. Aðildarríki Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva samþykktu í gær hertar reglur keppnina. Deilt hefur verið þátttöku Ísraels vegna árása hers landsins á Gaza. Ákveðið var að kjósa ekki þátttöku landsins í ljósi þess að tillaga nýjar reglur var samþykkt. Nýju reglurnar fela meðal annars í sér að dómnefndir verða á nýju undankeppnum. Atkvæði þeirra gilda til helminga á móti símakosningum. Að áhorfendur fái að greiða atkvæði 10 sinnum í símakosningu en ekki 20 sinnum eins og mátt hefur síðustu ár. Að koma í veg fyrir að ráðist verði í umfangsmiklar herferðir, til dæmis á vegum ríkisstjórna, til stuðningsframlagi síns ríkis. Í vor komu fram ásakanir að stjórnvöld í Ísrael hafi staðið fyrir alþjóðlegri herferð fyrir framlag landsins. Auka á eftirlit til að koma í veg fyrir svik eða tilraunir til að hafa áhrif á símakosningu. Styr hefur staðið þátttöku Ísraels í Eurovision vegna grimmdarverka hers landsins á Gaza sem víða eru skilgreind sem þjóðarmorð. Holland, Slóvenía, Írland og Spánn ætla ekki að taka þátt í keppninni sem haldin verður í Vín í vor. It's a historic moment for the European Broadcasting Union. This is certainly one of the most serious crises that the organization has ever faced. Next year, we're going to see the biggest political boycott of Eurovision ever. No tiene nada que ver con la política, la música, hay que saber separar las cosas. Una bofetada de dignidad que le ha dado a toda la UER. Y yo estoy muy orgulloso de tener una televisión pública tan decente. Ekki aðeins ætla Írar að sleppa því að senda lag í keppnina. Ríkissjónvarp landsins ætlar heldur ekki að sýna frá henni. Slóvenar hafa það sama til skoðunar og eins hvort hægt verði að senda keppnina út að undanskildu atriði Ísraela. Ákvörðun verður tekin á komandi dögum hvort Ísland taki þátt í Eurovision á næsta ári. Skiptar skoðanir voru hjá vegfarendum sem fréttastofa náði tali af í dag. Finnst þér að Ísland eigi að taka þátt í Eurovision? Ekki ef að Ísrael verður þar. Af hverju ekki? Bara sýna að í alþjóðasamfélaginu þá sé það sem í gangi ekki í lagi. Ég held að það sé alltaf í lagi. Af hverju? Ég held að ég geti verið að láta svona þjóðir vera að stjórna okkur. Nei, mér finnst það alls ekki. Mér finnst að við höfum að taka afstöðu og senda skýr skilaboð að við styðjum ekki það sem Ísrael hefur verið að gera undanfarin ár. Bara 100%. Finnst þér að Íslandi að taka þátt í Eurovision? Já, 100%. Af hverju? Mér finnst bara allt sem að gefa gleði bara eiga að vera með, sérstaklega í svona aðstæðum. Mér finnst að við ættum að taka afstöðu gegn því að taka þátt. Af hverju? Mér finnst að við eigum að taka hreina afstöðu gegn stríði. Á Ísland að taka þátt í Eurovision? Já. Af hverju? Af hverju? Nú hefur ekki búið að gera það síðan 86. Atkvæðagreiðslu fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar að lokinni annarri umræðu lauk nú rétt fyrir fréttir. Frumvarpið fer nú til fjárlaganefndar áður en það fer til þriðju og síðustu umræðu. Þingmenn meirihlutans fóru fögrum orðum frumvarpið og ítrekuðu að þótt gert væri ráð fyrir meiri halla en í upprunalegu frumvarpi, þá væri niðurstaðan í samræmi við fjármálaáætlun og stefnan hallalaus fjárlög árið 2027 stæði. Þingmenn meirihlutans gáfu sömuleiðis lítið fyrir breytingartillögur stjórnarandsstöðunnar sem allar voru felldar. Þetta þýðir að vextir fara niður, verðbólga fer niður, við erum að laga ríkisfjármálin og ég veit að stjórnarandstaðan fúl yfir því, en planið að virka og það sem meira sleggjan að virka. Áfram svona!
Við erum að gera nákvæmlega það sem við lofum að við myndum gera í kosningabaráttunni í fyrra. Hlægið bara. Við erum að stöðva skuldasöfnun ríkisins og stöðva hallarekstur ríkissjóðs árið 2027. Stöðva skuldasöfnun, ná niður vaxtabyrði ríkissjóðs og sköpum þannig skilyrði þannig að verðbólga geti lækkað og vextir geti lækkað, en það er besta skattalækkun sem við getum skilað venjulegu fólki eða óvenjulegu fólki í þessu landi. Við erum að tala í fyrsta skipti í mörg ár fullfjármagnaða skuldbindingur frá ríkinu til að byrja að bora aftur göng á Íslandi í fyrsta skipti í mörg ár í lok næsta árs. Ég er stolt af þessum fjárlögum og ég er stolt af vinnu ríkisstjórnarinnar. Stjórnarandstaðan málaði hins vegar frumvarpið svörtum litum og varaði við afleiðingum þess. Þingmenn hennar beindu spjótunum einkum að þingmönnum Viðreisnar sem væru að samþykkja fjárlög Flokks fólksins fyrstu fælu í sér stórfelld ríkisútgjöld og skattahækkanir. Ég verð að spyrja mig að því hvernig stendur á því að flokkur eins og til dæmis Viðreisn ætlar að leggja út í jafn mikla skattheimtu og raun ber vitni og að auka ríkisútgjöld með þeim hætti sem að birtist í frumvarpinu. Verður sem áður brá, frú forseti, Viðreisn er gengin í vinstrið. Hér erum við að ræða 143 milljarða króna útgjaldaaukningu og einu sinni áður á undanförnum 20 árum hugsanlega hefur önnur eins aukning verið. Ég held að ríkisstjórnin lifi í einhvers konar efnahagslegum hliðarveruleika. Því í dag greiðum við hér atkvæði fjárlög Flokks fólksins. Því Samfylking og Viðreisn lofuðu bæði að hækka ekki skatta, draga úr útgjöldum og hafa eitthvað plan. En raunveruleikinn eru kosningaloforð Flokks fólksins. Færeyska lögþingið hefur samþykkt með eins atkvæðis meirihluta að leyfa þungunarrof út í 12 viku meðgöngu. Flutningsmaður frumvarpsins segir þetta sögulega stund fyrir konur í Færeyjum. Sömu lög þungunarrof hafa verið í gildi í Færeyjum síðan 1956. Samkvæmt þeim má aðeins rjúfa þungun í sérstökum tilfellum. Til dæmis ef heilsu eða lífi konu stafar hætta af meðgöngu eða ef henni hefur verið nauðgað. Breytingar hafa nokkrum sinnum verið lagðar fram á þingi Færeyja en aldrei verið samþykktar fyrr en í gær. Jamen, jeg er glad. Jeg synes, det er et stort øjeblik og et historisk øjeblik for Færøerne og for færøske kvinder. Hervör segir dæmi að konur hafi farið til Danmerkur til að fara í þungunarof. Samkvæmt nýju lögunum sem taka gildi næsta sumar má framkvæma aðgerðina út 12 viku meðgöngu konum að kostnaðarlausu án þeirra takmarkana sem fylgja eldri lögum. Det betyder frihed til den færøske kvinde. Ja, det betyder alt lige nu. Ja, det gør det. Det er en historisk dag. Málið umdeilt á færeyska þinginu og var samþykkt með 17 atkvæðum gegn 16. Der kun et væsen i hele vores menneskelige univers her, som i dag ikke har nogen retssikkerhed, og det er et foster frem til 12. uge. Og det er jeg rigtig ked af. Nýtt og stærra konukot var formlega opnað í Ármúla í Reykjavík í morgun. Konukot hefur síðustu ár verið í Eskihlíð. Það húsnæði er illa farið og hentar illa undir starfsemina. Til stóð að opna nýtt konukot í vor en ekkert varð af því vegna tafa á framkvæmdum og innan stjórnsýslunar. Velferðarsvið borgarinnar leigir húsnæðið í Ármúla sem er á 2 hæðum. Konukot verður á annarri þeirra og getur hýst alltaf 12 konur. Á hinni verður tímabundið húsnæði fyrir 6 konur rekið af Reykjavíkurborg. Þúsundir ungra Þjóðverja mótmæltu í dag áformum stjórnvalda að fjölga verulega í her landsins. Skylda á alla 18 ára gamla karlmenn í læknisskoðun þar sem geta þeirra til að gegna herþjónustu er metin. Þýska þingið samþykkti í dag áætlun að fjölga í hernum á næsta áratug úr 180 í 260.000. Áætlunin felur ekki í sér herskyldu. Hugmyndin er að hækka greiðslur til þeirra sem skrá sig í herinn, bæta þjálfun og auka sveigjanleika á tíma sem fólk getur þjónað. Beri þetta ekki til ætlaðan árangur, ætlar þing Þýskalands að ræða þann möguleika að grípa til herkvaðningar. Genau, die konkreten Forderungen sind keine Wehrdienst, keine Wehrpflicht und keine anderen Zwangsdienste. Aus unserem Alter, wir wollen nicht, dass sie auf irgendwelche Reservistenlisten kommen, wo sie am Ende in Schützengräben landen könnten. Und wir sind natürlich in dem größeren Kontext gegen die Ausrichtung in Richtung Krieg in ganz Europa und in Deutschland, gegen die Aufrüstung, gegen dieses
gegen diesen Militärboom oder diesen Militärhype, der gerade so durch die Politiker in Europa fährt. Das ist eine Gefährdung für unsere Zukunft und dagegen streiken wir heute. Bæjarstarfsmenn á Akureyri hefja vinnudaginn á að huga að fiðruðum félögum. Ótal fuglategundir reiða sig á fóðurgjafir í köldustu mánuðunum. Nú erum við komin hérna við sundlaug Akureyrar eldsnemma morguns. Það kalt og það fleirum kalt en bara okkur. Það hérna hópur af öndum og gæsum sem bíða spenntar eftir morgunverðinu sínum og ekki vanþörfa og það ekki mikið æti að fá núna á þessum kaldasta tíma. Magnús Víðir Ásgeirsson mættur með pokann niður á Tjörn. Þá vita fuglarnir hvað stendur til. Já, þekkja kallinn. Og setjum pokann niður. Og hvað þetta sem þú ert að gefa þeim? Þetta heilbygg. Þetta heilbygg, já. Já, það svona þetta. Eru það hrifnar á þessu? Já, ég ríf eftir því alveg hreint í hvelli og það að bíða. Þetta alveg til morguns. Já, það torkað þessu öllu saman? Öllu saman, já. Öllu saman, alveg. Það að bíða greið. Já, komið, það kom matur. Endurnar og gæsirnar eru fyrir löngu orðnar vanar matargjöfunum og starfsmenn hafa ekki tölu á kílóunum sem borin hafi verið í þær síðustu ár. Og ótal tegundir víða land treysta á dýravini næstu mánuði. Félagi Dýravaktin hefur undanfarið óskað eftir sjálfboðaliðum á höfuðborgarsvæðinu til að gefa fuglum en þau gefa 250 kíló af fóðurkögglum á dag. Smáfuglar geta orðið mjög svangir í mestu frosthörkunum en þeir eiga einnig dygga vini víða land. Það ekki bara möguleg lífsbjörg fyrir dýrin, heldur getur sambúðin við fuglana verið stór skemmtileg. Fyrir þá sem vilja gerast fuglavinir skiptir mestu máli að vera vanafastur og duglegur að bera út fóður, til dæmis epli, rúsínur eða hafra. Jólastemningin var alls ráðandi hér í útvarpshúsinu í Efstaleiti í dag á árlegri aðventugleði Rásar 2. Fjöldi tónlistarmanna steig á svið og fluttu lifandi jólatóna í beinni útsendingu á meðan gestir og gangandi gæddu sér á piparkökum og heitu súkkulaði. Meðal þeirra sem komu fram voru Margrét Eir, Benni Hemhem og Páll Óskar og vitringarnir 3. Ég segi nei, nei, ekki jólin. 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 Og nú styttist í jólin og miðborg Reykjavíkur komin í jólabúningin. Á ljósum skrýtum Austurvelli risið jólaþorp og þar Haukur Hólm fréttamaður sem rétt áðan var inn í þinghúsinu núna komin út á Austurvöll. Já, ekki mikil jólastemning, Haukur? Hérna handan Austurvallarins, það sem að... Kveikt á mikrofónunum. Já. Ég byrðist nú bara hreinlega afsökunar á þessu. En það jólastemming hérna og miklu meiri kannski heldur en hérna hinum með Austurvöllin í Alþingishúsinu. En það hér ljósum allt og það jólaangan í loftinu því að Tamara hér að rista möndlur. Þetta svona kannski partur af jólaundirbúningnum? Já, þetta partur af jólaundirbúningnum. Og þetta mikil kunst? Mjög mikið, sko. En þetta ekki svolítið hættuöld? Þetta bráðin sykur hérna og svona, það ekki gott að brenna sig á þessu? Nei, ég hef alveg brunnið mig alveg ofta á þessu, sko. Þetta ekki þægilegt. En mikið stemming núna hérna í miðborginni, mikið útlendinga og svona? Mjög mikið, það mjög mikið af ferðamönnum hérna og fullt af Íslendingum sem eru æstir í jólamöndlunar, sko. Og eins og við segjum, það hér jólaljós allt. Austurvöllurinn upplýstur og allt umhverfið upplýst og það hérna jólaþorp hérna í Pósthússtrætinu bara við Austurvöllin og eiginlega má segja að þorpsstjóri Gunnar Lár Gunnarsson. Hér fjöldi húsa, hvað í boði hérna? Herðu, hér bara allt fyrir jólin, bæði gjafavara, eitthvað heitt að drekka, ristaða möndlur og alls konar, bara til að koma öllum í sanna jólaskap. Þetta nú alveg veðrið fyrir smá jólastemmingu? Já, heldur betur. Þetta eiginlega draumur í dós að fá svona veður og við varum til að fá mikið fleiri svona daga í desember. Kann fólk að meta þetta? Kemur fólk? Já, sérstaklega þegar veðrið svona. Hér bæði mikill túrismi og Íslendingar líka koma mikið helgar, þannig að þegar veðrið svona þá vill fólk hlappum í bænum og njóta þess sem hann hefur upp á að bjóða.
Og þetta verður í boði fram að jólum og ég bara ætla að nota tækifærið og beða Stennu aftur afsökunar á hvað ég mikil klaufi að kunni ekki að kveikja á hljóðnema en þið fyrirgefið mig það vonandi. Þið eru svo sannarlega fyrirgefið það Haukur Hólm í jólastemningunni í miðborginni. En talandi veður, við ætlum að líta til veðurs. Vindátt verður áfram austlæg helgina og verður því enn sinn nokkuð einsleitt. Austan til á landinu verður skýjað með úrkomu á köflum og á það einnig við norðurströnd landsins. Á vestanverðu landinu má víðast hvar reikna með öllu bjartara veðri, þótt vissulega geti blásið nokkuð hraustlega á köflum og á það reyndar við allt landið. En við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Snæfríður Sól Jóranúrdóttir keppti til úrslita í 200 metra skriðsundi í gærkvöld. Það gerði hún einnig vel í 100 metra skriðsundi í morgun og keppir í undanúrslitum í greininni í kvöld. Við lítum við í Washington þar sem dregið væri riðla fyrir HM karla í fótbolta og rétt fyrir fréttir. Og íslenska kvennalandsliðið í handbolta býr sig nú undir lokaleik sinn á HM þar sem Færeyjar bíða. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma að skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum heyrði fyrst í hádegisfréttum að staða hans yrði auglýst til umsóknar degi eftir að ráðuneyti fullyrti að slíkt yrði ekki gert. Hann segir vinnubrögð mennta- og barnamálaráðherra klaufaleg. Innviðaráðherra segir nóg að hafa lesið útvarpsskýrslu jarðgangakosti á Austurlandi áður en hann lagði samgönguáætlun fram. Formaður Flokks fólksins kallar umræðumálið tittlingaskít. Formaður Matthildar skaðamingunar segir ópíóðavanda á Íslandi enn að aukast, dauðsföllum hefur fjölgað síðustu ára samtökin kalla eftir að stjórnvöld endurskoði núverandi vímuefnastefnu. 4 ríki ætla að sniðganga Eurovision söngvakeppnina vegna þátttöku Ísraels. Sérfræðingur segir þetta mestu krísu sem samband evrópskra sjónvarpsstöðva hafi staðið frammi fyrir. Þessum fréttatími að ljúka og nú komið að íþróttum á veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld en nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Svo minnum ykkur á að sjónvarpsfréttir á morgun klukkan 18:20 vegna beinnar útsendingar frá HM kvenna í handbolta í Þýskalandi þar sem stelpurnar okkar keppa við Færeyjar klukkan 19:20. En við á fréttastofunni við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Við vonum að þið njótið helgarinnar. Verið sæl. Á RÚV í kvöld.